31. lið sem tillaga viðauka við fjárhagsáætlun vegna nýgerðra kjarasamninga. Langar mig til að biðja alla borgarfulltrúa að ganga inn í borgarstjórnarsal. Vantar ekki Mörtu. Við berum 31. lið upp. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hann vilja gefa merki. Einhver á móti? Nei, það telst í samþykkt samhljóma. Við berum upp 41. lið. Varðandi borgarstjórnarkosningar 2014, umboð til borgarráð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma. Einar Örn Benediktsson borgarfulltrúi. Já, það telst samþykkt samhljóma. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Virðulegur forseti, get ekki orða bundist að minnast á 20. lið fundargerðar borgarstjórnar, það sem var til umfjöllunar hverfisskipulag eða skipulag sem matslýsingar fyrir hverfisskipulagsáætlanir. Það var svolítið sögulegur atburður í borgarráði þegar að þetta mál tekið upp að því leyti til að skipulagið eða skipulags- og matslýsingar, til að hafa þetta alveg rétt, hverfisskipulagsferlið var stöðvað með því að þessi tillaga var felld. Tillaga sem hafði verið afgreidd í ágreiningi úr umhverfis- og skipulagsráði, kemur upp í borgarráð og var síðan felld. Ég vil nú bara persónulega fagna því. Ég er mjög ánægður með það að borgarráð skuli hafa tekið af skarið. Þetta olli mikilli ólgu, óvissu, reiði. Þetta borgarstjórnarmeirihlutinn, borgarstjórnarmeirihlutaflokkarnir efndu til ófriðar við borgarbúa í þessu máli eins og því miður í allt mörgum málum. Og þannig að það er gott að fá þetta frá. Nú auðvitað kemur þetta mál aftur til einhvers konar umfjöllunar í umhverfis- og skipulagsráði og við förum yfir það væntanlega á morgun með hvaða hætti. Hugsanlega vilja menn hugsa þetta eitthvað betur og fara yfir þetta, en það er alveg ljóst að þær tillögur sem lagðar voru fram voru mjög grófar, voru óunnar að mínu mati og þarf að fara miklu betur yfir þetta ferli allt saman. Þær voru ósamstæðar, unnar af ólíkum hópum og formið var ólíkt á milli hverfa borgarinnar, þannig að samlestur þessara tillagna var erfiður. Þarna voru 2500 síður eða þar bil, kannski meira, lagða fram í einu og ætlast til þess að borgarfulltrúar væri búin að kynna sér það allt saman á mjög skömmum tíma og hvað þá heldur borgarbúar sem skiptaði þetta mestu máli í þessu ferli öllu saman. Þarna voru lagðar fram tillögur sem ekki hafa sést áður, sem strax kölluðu á mjög sterk viðbrögð. Ég held að einn öldungur hér í bæ, gamall bókaútgefandi og viðeigingur, sagði að fólk væri agndofa í einhverri frétt sem ég las í dagblöðunum. Og ég held að það hafi bara verið nokkuð lýsandi að það voru margir agndofa yfir því að lesa í blöðum að til stæði til dæmis að jarðlægja eða minnka lóðir, einkalóðir sem við köllum, og þetta séu þetta leigulóðir, einkalóðir til þess að byggja upp á þeim eitthvað sem engar upplýsingar lágu fyrir með hvað hætti yrði gert. Ég heldur að menn hafi látið svo lítið að hringja bjöllunni og segja frá því að slíka tillögur stæðu til. En þetta ekki bara við þessar, að ég vil segja, ótrúlegu tillögur sem birtust í Vesturborginni, heldur á þetta líka við ýmislegt líka annar staðar í Reykjavíkurborg, þar sem lagðar voru fram hugmyndir, tillögur, vegna þess að í skipulags- og matslýsingum eiga að koma fram, og ég seti það inn á gæsalappa, áherslur og stefnur sveitarstjórna í lýsingunum, í skipulagsmálum, í skipulagsferlinu. Og eins og fram hefur komið hér í borgarstjórn áður, bara ég vildi að menn væri alveg klárir á því hvað þeir verið að gera þegar þeir tala um hverfisskipulag, og þá hverfisskipulag bara eitt formið af deiliskipulagi. Með öðrum orðum, það bindandi, það skapar rétt, en það getur líka tekið af fólki rétt, og það mjög mikilvægt að þeirra vera að fjalla slíka hluti sem lúta hreinlega að, já, við getum kallað það eigna upptöku, að það sé farið fram með þeim
hætti að það sé þá minnstakosti allir sem hagsmuni að gæta inn í því hvað stendur til. Það var af og frá að svo verið gert og ég held að borgarfulltrúar meirihlutans hljóti eiginlega vera létt yfir því að þetta mál skuli vera frá og þau þurfi ekki að standa í þessum átökum inn í kosningarnar, fyrir utan það auðvitað það umhugsunarefni, svo ég segi nú ekki meira, að leggja fram deiliskipulagsáætlanir / hverfisskipulagsáætlanir fyrir í borginni svona ekki korter fyrir kosningar, heldur 5 mínútur fyrir kosningar. Þegar að umboð okkar allar það bil að renna út og þetta geta menn verið ósammála. Við höfum rætt þetta áður í umhverfis- og skipulagsráði og þar kom fram alveg skýr skoðanamunur að þessu leyti, en ég þessara skoðanar. Að við verðum að ganga svona af ákveðinni virðingu, hægt gleðina dyr, rétt fyrir kosningar og forðast það að vera að skreyta okkur með einhverjum fjöðrum sem að þarna voru langt frá því að vera tilbúnar til þess að borgarbúar gætu skilið það sem fram var sett og menn verða auðvitað að vanda skipulagsvinnuna betur en þarna var gert. Ég vildi minnast á þetta hér, mér finnst eiginlega miðað við það hversu stórt mál þetta og fannst mér ekki hægt að við slitum þessum borgarstjórnarfundi öðruvísi en að ég minnstakosti notaði tækifæri til að drepa á þessu máli. Ég ekki að segja neitt annað en það sem ég hef sagt, bæði í umhverfis- og skipulagsráði og í borgarráði og aðeins í borgarstjórn hér fyrir fyrir hálfum mánuði síðan. Þannig að það ætti ekki koma neinum óvart mínar skoðanir á þessu, en vil minnstakosti þó ekki vera annað en að gleiðast yfir því að menn og konur skuli hafa séð að sér í þessu máli. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvasyni fyrir það að vekja athygli á bókun og afgreiðslu borgarráðs á matslýsingum hverfisskipulag og líka kannski fyrir það að undirstrika hvað þessi umræða hverfisskipulag hefur verið ruglandi, því að í máli sínu fannst mér borgarfulltrúinn tala um matslýsingar sem tillögugerð eða jafnvel stefnu eða sýn eða hugmyndir núverandi borgarstjórnarmeirihluta. En það það sem villandi í umræðunni vegna þess að matslýsingarnar og greiningarnar eru fyrst og fremst samantekt á yfirgripsmikilli vinnu sem að farið hefur fram en engin afstaða hefur verið tekin til. Engin. Hvað þá þegar notuð orð eins og eigna upptaka? Í samhengi skipulagslaga það svolítið magnað vegna þess að ég man bara ekki eftir því að nokkurt einasta skipulag sem að samþykkt hafi verið minnskurs í minni tíð hér í borgarstjórn hafi falið í sér eigna upptöku. Og hér talað það eins og einhvern sjálfsagðan hlut að einhverja matslýsingar feli í sér áform eigna upptöku. Hvað? Ég bara mjög undrandi vegna þess að einu dæmin sem ég man eftir í fljótu bragði kannski línulagnir á Reykjanesi. Það til í dæminu þegar sérstök öryggissjónarmið krefjast þess varðandi aðkomu slökkvibifreiða að það við þurft að taka eða fylgja kvöðum eftir með einhverjum eignanámsaðgerðum. En hafi þurft einhvern frekari rökstuðning fyrir því af hverju það var skynsamlegt hjá borgarráði að slá strik yfir þetta og stöðva málið, að þá finnst mér þessi umræða einhvern veginn bera þess merki. Að þarna var greinilega eitthvað pólitískt færi á að þyrla upp einhverju moldviðri og gera fólk óttaslegið hrætt og nú man ég ekki alveg orðin sem að borgarfulltrúinn notaði og agndofa. Ég tala nú ekki það var bara fullt af fólki agndofa.
og þess vegna held ég að þetta hafi verið skynsamlegt. Bara mjög skynsamlegt og bók borgarráðs bara tala sínu máli. Því að við þurfum auðvitað líka að líta í eigin barm að ef að tekin voru brot út úr þessum gögnum sem þarna lágu til grundvallar og þau kynnt eins og tillögur eða stefnu væri að ræða, þá auðvitað vakti það ýmsar spurningar. En það má segja að þess vegna þetta hafi verið villandi vegna þess að þarna var hægt að taka einhverja búta og tala það eins og tillögur væri að ræða, en engar tillögur að hverfisskipulagi lágu fyrir. Þarna var bara tillaga að leggja af stað. En vegna þess að gögnin voru svona og þau voru villandi, að þá sögðum við stopp. Borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá hafa 2 óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þá fyrstur til að gera það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það sem mér finnst vera villandi í þessari umræðu afstaða borgaryfirvalda og borgarstjórnar meirihlutans. Borgarstjórnarmeirihlutin felldi sína eigin tillögu á síðasta borgarráðsfundi, en eftir stendur spurningin hjá borgarbúum hvað það raunverulega þýðir. Þýðir það að borgaryfirvöld að bakka með þetta hverfaskipulag eða þýðir það eitthvað allt annað? Þýðir það kannski bara það að það sé verið að svæfa málið svona rétt fram yfir kosningar vegna þess að þetta hverfaskipulag vakti mjög svo hörð viðbrögð borgarbúa? Ég held að sá grunur sem að læðist að borgarbúum að það sé verið að gera það, að hann getur reynst réttur vegna þess að dæmin sanna það. Við sáum hvernig fórum með skólasameiningarnar í Grafarvogi. Rétt á meðan mótmælin voru, þá var beðið með málið og síðan voru þessar sameiningar keyrðar í gegn. Mig langar til þess að fá svör við því hvað vinnan við þetta hverfaskipulag kostaði. Og mér langar líka til þess að fá svör við því hvenær þá hugsunin að þetta fari inn í umhverfis- og skipulagsráð til nánari skoðunar. Það var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, það verið að bakka og já, það þarf að fara yfir málun upp á nýtt. Nei, ég get ekki svarað til kostnað, né hvenær málið fari inn í umhverfis- og skipulagsráð og beinir því vinsamlegasti borgarfulltrúan sem á sæti í umhverfis- og skipulagsráð að spyrjast fyrir það. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Já, þetta svar borgarfulltrúans Dags B. Eggertssonar vakti bara spurningu. Þá verið að bakka með aðalskipulag Reykjavíkur? Vegna þess að við vitum vel að hverfaskipulagið, það byggt á aðalskipulaginu og nánari útfærsla á því. Ég vil fá þá svör við því hvort að það hafi orðið ykkur viðsnúningur og stefnubreiting hjá meirihlutanum og hann ætli sér þá að taka upp aðalskipulagið í framhaldinu. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarað ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, nei, það ekki verið að bakka með aðalskipulagið, en já, það verið að bakka með hverfisskipulagið. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að svara ansvari. Þá veitir borgarfulltrúi ansvar Júlíus Vífill eða á mælendaskrá. Á mælendaskrá? Já, gjör svo vel. Það veitir borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson ansvar. Virðulegur forseti, já, mér sýnist kannski að það verði smá umræða þetta og ég fagna því þetta. Og ég held að borgarfulltrúa meirihlutans verði aðeins að svona átta sig á því að matslýsing ekki bara einhver hugmynd sem að dregin upp úr hatti sem að arkitektar hafa verið að skemmta sig við að búa til. Svolítið svona í lek og leik því miður. Sumt af þessu meiri sé að sem hugmyndi frá arkitektum alltaf því einfeldningslegt. 40. grein skipulagslaga
Hún hljóðar svo, með leyfi forseta. Þegar vinna við gerð deiliskipulagstillögu hefst skal sveitarstjórn taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem að framkemur hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við deiliskipulagsgerðinni og upplýsingar forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhuga skipulagsferli svo sem kynningu og samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Ég ætla ekki að lesa lengra inn í greinina. Borgaryfirvöld geta ekki skemmt sér með þessum hætti eins og þau voru að gera og borgarfulltrúinn Dagur Bjeggesson sagði að eitthvað þeim það væri fjarri sanni að hérna væri verið að stefna því að taka eignarnám eða eignaupptöku, fara út í það, en sko sveitarfélög einfaldlega taka stundum eignarnám og þau hafa þennan rétt og við vorum að ræða það ekki fyrir löngu, bara fyrir örfáum vikum í borgarráði hugsanlegt eignarnám upp á Laugavegi í mjög þéttri byggð þar til að leysa úr ákveðinu þrátefli sem að þar var komið upp. Það auðvitað leið sem að sveitarfélög hafa og gagnvart svona yfirgangi, vil ég kalla þetta, hafa borgarbúar fá svör. Þeir finna sig ansi litla á móti höfuðborginni í baráttunni. Fyrir utan það að það ætti nú að vera óþarfi að borgarbúar þurfi að minnstakosti að athuga rétt sinn, hugsanlega líka leita hans með þeim lögfræði kostnaði sem að því fylgir og þar auðvitað ólíku saman að jafna. Þar sem að Reykjavíkurborg með sinn borgarlögmann og hann með sína skrifstofu og sína lögfræðinga þegar einstaklingar annars vegar og að verja sínar eigur og við skulum ekki gleyma því að íbúðir fólks í flestum tilfellum þeirra ævispartnaður og við þurfum að gjöra svo vel að virða það. Það borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason, lokið við það að veita andsvar og það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óska eftir því að veita andsvar. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Það var athyglisvert að heyra sýn Dags B. Eggertssonar borgarfulltrúa á þessar hverfaskipulagslýsingar eða matslýsingar, þetta sem fylgir hverfaskipulaginu. Og það var athyglisvert daginn þegar þetta komst í hámæli hér í borginni í nokkra daga að þá var eins og borgarfulltrúinn kannaðist ekki við króan eða við þetta skipulag eða tillögur og það kom vissulega óvart vegna þess að þetta hefur náttúrulega verið til mikillar umfjöllunar í borgarkerfinu í allan vetur, það ég best veit. Að þessu hefur unnið fjöldi manns og mér skilst að kostnaðurinn sé komin eitthvað á yfir 100 milljónir króna og það sjá það auðvitað allir að borgin lætur ekki vinna slíkt og meirihlutinn lætur ekki vinna slíkt skipulag að ganni sínu, síður en svo. Og við fórum yfir þetta í borgarráði held í mars, þá var þetta allt tekið inn í borgarráð og farið yfir þessar lýsingar og það var alveg ljóst að það var full alvara sem fylgdi þessu máli af hálfu meirihlutans. Það var alveg ljóst að þarna taldi meirihlutinu að þarna verið að leggja fram tillögur sem yrði byggt á að einhverju leyti enda kom það fram í máli minnskosti þegar maður talaði við nokkra af þeim arkitektum sem hafa unnið þessu máli að þeir telja sig algjörlega að vera að vinna í umboði borgarinnar og byggja á nýsamþykktu aðalskipulagi. Þeir telja sig bara að vera að útfæra rauninni þær hugmyndir fyrir hvert hverfi fyrir sig sem koma fram í nýsamþykktu aðalskipulagi. Þannig að það er svolítið bara fínt að tillaga hlautist afgreiðslu í borgarráði á síðasta fundi en ég hygg að það sé skammgóður vermir því að ég held að meirihluti muni taka þessar tillögur upp á fullum krafti eftir kosningar hafa til þess fylgi þá. Og varðandi eignarnámið, þá vil ég bara minna Dag B. Eggertsson borgarfulltrúa á það að borgin hefur auðvitað beitt eignarnámi þegar til þess hefur komið að það hefur þurft að fá land undir byggð. Það var til dæmis, ég man ekki hvort það var eignarnám en það var að minnsta mjög mikil eignarnámshótun sem fylgdi því þegar að borgin leysti til sín landi í Norðlingaholti og í Grafarholti þegar þar var byggt á sínum tíma. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að veita andsvar og þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst mjög leiðinlegt hvernig fór með
hverfisskipulagi. Mér finnst mjög leiðilegt hvernig við afgreiddum það í borgarráði. Ég gerði það samt sem áður, en ég hef, og ég vil bara að það komi skýrt fram, ég hef fulla trú á hverfisskipulaginu sem leið til þess að skipuleggja þessa borg betur. Og já, ég er ekki hrædd við að viðurkenna það að fáum við Vinstri græn til þess umboð, þá munum við halda áfram að vinna að hverfisskipulagi í Reykjavík. Vegna þess að ég trúi því að ef við skipuleggjum hverfin með þeim hætti sem við höfum lagt af stað með, þá getum við skipulagt betri borg í Reykjavík. Ég samt alveg sammála því að lýsingarnar eins og þær voru gátu skapað misskilning, þær voru ekki nægilega vel framsettar og það þarf að vinna þær betur. En ég stend staðfastlega með þessu verkfæri og ég heiti því að vinna áfram að þessu eftir kosningar og ég skammast mín ekkert fyrir það. Ég velti því aftur á móti fyrir mér hvernig fólki líður sem að hefur unnið að gerð hverfisskipulagsins undanfarin 7 ár, unnið að því að fá þetta samþykkt sem lagaákvæði, unnið að því að hefja vinnuna, að ræða við borgarbúa það, fara á samráðsfundi og fylgja verkefninu eftir í öll þessi ár og heldur því núna fram að þetta komi til með að leiða til eigna upptöku og skapi ótta og hræðslu og ég veit ekki hvað og hvað. Eina fólkið sem hefur verið að skapa ótta og hræðslu varðandi þetta já, ok, ég skal orða það þannig, blaðafólk Morgunblaðsins sem hefur sett fram þar sem fréttaflutningur hefur verið með mjög óvægnum hætti gagnvart þessu verkefni og ekki til þess fallið að skapa hér betri borg eða til þess fallið að útskýra málið í einhverjum atriðum eða til þess fallið að draga úr því bili sem að virðist ríkja á milli skipulagsyfirvalda og borgarbúa og það ekkert bara varðandi þetta mál. Það alveg ljóst að það talsvert bil á milli borgaryfirvalda og borgarbúa þegar kemur á skipulagsmálum. Við lendum ítrekað í því að fá mótmæli við þeim verkefnum sem við höfum verið að vinna. Við að reyna að bæta verkferla, það verið að reyna að efla samráðið með alls konar fundum og ítarefni og frekari kynningarefni. Við þurfum að halda því áfram, en sú umfjöllun og nálgun Sjálfstæðisflokksins í þessu máli ekki til þess fallin að einhvern veginn brúa þetta bil sem að virðist vera til staðar eða vinna að bættu skipulagi í Reykjavík, heldur miklu frekar til þess fallið að skapa tortryggni í aðdraganda kosninga og reyna að snapa sér einhverjar vinsældir hjá fólki sem að á í rauninni fölskum forsendum. Það alveg ljóst að skipulagsheimildir eru í öllum tilvikum ívilnandi. Stóra bílskúramálið á Hjarðarhaganum yrði aldrei öðruvísi framsett heldur en sem heimild til eiganda bílskúranna til þess að fara í einhverja frekari uppbyggingu á svæðinu. Það vita borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, þó þeir haldi öðru fram hér. Eignar upptaka eða eignarnám því bara beitt þegar að ríkum almannahagsmunum ógnað eða þegar að ríkir almannahagsmunir krefjast þess. Það ekki þannig í þessu máli og það vita borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins líka. Þannig að það að ala á óöryggi, ótta og tortryggni á milli borgaryfirvalda og borgarbúa með þeim hætti sem að hér gert óviðunandi með öllu. Þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa. Það biðja orðið, já, þú ert á mæliskrá og næstur á mælendaskrá, gjör svo vel. Þú ert á mælendaskrá? Já, gjör svo vel. Virðulegur forseti, já, það gaman að lifa. Allt þetta Sjálfstæðismönnum að kenna. Allt þetta, öll þessi mistök, þetta var okkur að kenna. Og þetta var óábyrgt af okkar hálfu. Og við gerðum þetta allt saman. Það alveg dásamlegt. Það dásamlegt að lifa þegar öllu snúið á hvolf og allt okkur að kenna. En engu að síður hafa fulltrúar meirihlutaflokkana í borgarráði fellt tillöguna. En það var auðvitað allt okkur að kenna. Og það nánast þannig að maður ætti að standa hérna upp og biðjast afsökunar á þessu öllu saman. Í raun og veru ættu borgarfulltrúar meirihlutans ekki að standa hér og svona ergilegir eins og þeir sem hafa hér talað, heldur ættu bara að þakka fyrir það að þetta skuli hafa verið stoppað og þetta sé þá komið á annan stað. Ég segi það að því að menn að spyrja hvað vilja menn gera. Við munum auðvitað ekki halda áfram með þessum hætti.
fáum við til þess umboð í kosningunum. Það er auðvitað alveg á hreinu. Og það er alveg yndislegt þegar því er svo haldið fram að af því að þetta mál hafi komið inn á borð skipulagsráðs líka þegar ég var formaður, sko, að því þetta er nú í lögum frá 2010, að þá sé þessi tillaga bara eitthvað sem að ég á bara alls ekki gera athugasemd við og fulltrúa Sjálfstæðisflokksins auðvitað alls ekki nokkuð skapaðan hlut. Þeir sem þekkja til, sem að sá borgarfulltrúi gerir ekki sem að talaði hér á undan mér, vita það að þær hugmyndir og þær tillögur að hverfisskipulagi sem að var talað fyrir var með allt öðrum hætti. Það voru ekki þau ákvæði í lögunum sem við erum að biðja sem þetta endaði í. Það var bara ekki svona. Hverfisskipulag átti að vera opnara, átti að vera meira leiðbeinandi, átti ekki að hafa sömu lagalegu afleiðingarnar og deiliskipulag. Átti ekki að binda borgina sem sagt vegna deiliskipulagsgerðarinnar. Nú getur hver sá sem að les 37. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 séð að hverfisskipulag er bara ein grein af deiliskipulagi og hefur sömu afleiðingar. Og ef ég á að lesa þetta svona eins og ég geri bara, og allir verða að lesa lögin bara eftir því sem þar stendur, menn þurfa ekki að vera sérmenntaðir til þess, þá er auðvitað hverfisskipulag fyrst og fremst hentugt í þeim hverfum sem eru gömul og hafa varðveislugildi. Það er orð sem notað er í greininni. Varðveislugildi, byggðamynstur, yfirbragð. Það eru þessi orð sem að notuð eru. Þess vegna á hverfisskipulag bara alls ekki við alla borgina eins og þarna er gert. Það er bara ekki hægt að setja bara slæði yfir alla borgina og segja, ups, eitt hverfisskipulag, bara einu bretti og allt saman aðgreitt. Þurfum ekki að hugsa þetta meira. Allir aðrir voru bara í ruglinu, sko. Við gerum þetta bara svona, allt klart. Það er ekki svona. Það er ekki þetta að gera og græja. Gera og græja kallinn, hann getur ekki retta heilu hverfisskipulagi fyrir alla borgina svona rétt örfá mínútur fyrir kosningar. Það er bara ekki þannig sem að borgarstjóri segist vilja vinna og það er ekki þannig sem ég vil vinna. Ég vil gera með öðrum hætti. Þarna eru miklir hagsmunir, auðvitað Reykjavíkurborgar allar, en miklir hagsmunir fyrst og fremst fyrir hvern og einn einstakling sem að þarna á í hlut. Og við getum ekki vaðið og skítugum skónum yfir alla borgina eins og gert er þarna með þessum hætti. Ég get nefnt hverfi sem að ég myndi vilja prófa áfram með hverfisskipulagið sem að ég ætla bara ekki að fara út í það hér, ég ætla ekki að fá umræðina það hér vegna þess að það eru ýmsir eldri hlutar borgarna sem ennþá eru ódeiliskipulagðir. Og það er bara fínt að nota hverfisskipulagsleiðina til að klára þá að því þeir hafa varðveislugildi, þeir hafa ákveðið yfirbragð og það er ákveðið byggðamynstur. Það myndi henta mjög vel og ég myndi fara af stað að því að spurt var hvað ætli þið þá að gera. Ég myndi fara af stað með þeim hætti að fara í hverfisskipulagið fyrst með 1 til 2 hverfi en ekki meira og halda síðan áfram eftir því sem að reynslan kennir okkur og vinna það með skipulagsstofnun til þess að vera viss það að við séum að gera þetta samkvæmt reglunum. En þarna var farin önnur leið. Við gagnrýndum það og við greiddum ekki atkvæði með hverfisskipulaginu eða matslýsingum hverfisskipulagsins í umhverfis- og skipulagsráði. Við greiddum þessi atkvæði gegn því og þegar það kemur upp í borgarráð þá beldi bara svo til að það greiddu allir atkvæði gegn því. Ef menn eru ergilegir hér í þessum sal, þá ætti það náttúrulega bara að vera ergilegir við sína kollega, sína vini, sína samferðamenn í pólitík, því það eru þeir sem að afgreiddu þetta mál með þessum hætti. Okkar afstaða var fyrirsjáanleg, menn gátu allir vita það, hún lá fyrir umhverfis- og skipulagsráði og þá bara var alveg augljóst að við myndum afgreiða með sama hætti í borgarráði. Þannig að það sem kemur á óvart þar er afstaða meirihlutans. Þannig að ég segi nú við ykkur sem að komið hér og eru sýnið okkur hvað þið eru ergileg út í þetta, talið við meirihlutaflokkina. Ræðið bara við þá, fáið bara svörin frá þeim. Okkar afstaða lá alltaf fyrir og hún liggur ennþá mjög skýrt fyrir. Og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, sko, að því við erum nú að ræða heima og geima hér og við erum að ræða samskipti og annað slíkt og virðingu fyrir hvert öðru og þá veit ég eins og allir hér að það er búið að vera öllum ljóst
hér í dag að stefnan var að reyna að ljúka hér fundi þannig að við gætum hort á undankeppni í Eurovision og hort á Pollapunk stíga á svið þar sem okkar ágæti félagi Óttar Proppé sem satt nú hér í borgarstjórn og ávarpaði okkur aldrei öðruvísi en sem ástkæra borgarstjórn til að sýna virðingu sína og vinsemd. En oddviti Sjálfstæðisflokksins sá tilefni til þess að taka þetta mál upp. Þannig að ekki væri unnt að horfa á Eurovision nema þeir sem náðu að hlaupa hér fram og kíkja rétt á Pollapunk. Með því að gera þetta, og ég meina það bara mín persónlega skoðun, þá finnst mér okkur sem hópi, sem einstaklingum sýnd lítilsvirðing og mér finnst þetta sorglegt og mér finnst þetta fyrst og fremst sýna vináttu og virðingarleysi gagnvart Óttari Proppé en varðandi umræðuna sjálfa þá tel ég henni hafi verið efnislega svarað og en já, þetta finnst mér. Takk fyrir mig. Borgarstjóri lokið máli sínu, þá borgarfulltrúi Júlíus Ingvason óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjórans. Virðulegur forseti, það nú fátt hægt að segja þegar menn tala með þessum hætti. Ég held að borgarstjórinn sem var að miða því að fá að hlusta á sjónvarpið í kvöld og telur það mikilvægara heldur en að fjalla hér hagsmuni borgarbúa. Tekur það fram yfir að horfa á sjónvarpið heldur en að tala hér stórmál í hugum borgarbúa. Sérstaklega með það sem að hann, borgarstjórinn og eins og allir aðrir geta hort á þetta í tölvunni sinni eða jafnvel í sjónvarpinu bara rétt á eftir í RÚV+. Þannig að ég bara eiginlega svolítið dapur yfir þessari forgangsröðun og með hvaða hætti borgarstjóri vill tala hér í dag. Það er eiginlega varla boðlegt, fyrir utan það að það hefur enginn tafið þennan fund eins og borgarstjórinn. Bara enginn. Hann hélt hér langa ræðu og það var bara vegna mistaka hér hjá forseta við tímavörslu. Hann hélt langa ræðu alla þá bíla sem hann hefur átt ævina. Fór hér löngum orðum Lada Lux og aðra bíla sem ollu honum vonbrigðum og sem ryðguðu undan honum. Úr því að borgarstjórunum lá á og fannst það aðalatriði hér í dag að geta hort á Pollapunk í sjónvarpinu, þá hefði hann kannski getað sleppt svona eins og hluta af sögunum gömlu bílana sem hann átti og fjalla bara það sem að máli skiptir, bæði í hans starfi og þó allra helst fyrir borgarbúa, hagsmuni borgarbúa. Ég set þá í fyrsta sæti en borgarstjóri bersýnilega gerir það ekki. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að veita andsvar. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og helst honum lokið fyrir mig 8. mál á dagskrá, leggjum frá fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs